þátta í textavarpinu spurningum varpað fram markmið og árangur á þessum vettvangi. Stjórnandi Björn B. Björnsson og handritshöfundur Marteinn Breki Helgason. Fíkniefnadeildin í Reykjavík í fremstu víglínu í stríðinu gegn fíkniefnum. Ásgeir Karlsson, yfirmaður deildarinnar, ætlar að sýna okkur starfsemina. Þakka, ég ætla að byrja að loka þessu hérna. Bak við þessar dyr hér eru búnaðir sem við viljum ekki að komi fyrir sjónir almennings og þarna viðkvæmur búnaður sem við viljum ekki upplýsa hver Þessi menn vinna með þennan búnað og þeir eru einnig líka að fara yfir tölvur með barnaklámi og þess konar efni. Þannig að þeir vinna meira í tæknivinnunni hjá okkur. Við teljum okkur hafa nokkuð glögga mynd af því sem að gerast í fíkniefnaheimnum hérna í Reykjavík og þekkjum orðið nokkuð vel þær aðferðir sem eru notaðar. Hérna komum við að skrifstofu húsnæði fíkniefnadeildar. Hér inni starfa 16 lögreglumenn. Þar eru 6 sem eru í svokölluðum götuhóp og sjáum sölumenn á götunni og kíkjum að aðstöðu þeirra. Þeir eru hérna á þessu svæði hér. Þetta hérna skrifaði sínar skýrslur og undirbúa málin. Svona dæmigert götumál getur byrjað þannig að það haft samband við okkur, einhver aðili utan á bæ og sagt frá því að X sé núna með mikið efnum á sér og að selja. Og þá förum við út og reynum að hafa upp á þessu manni, fylgjum honum síðan eftir og sjáum hvert að þetta hafi við rök að styðjast. Nú ef það reynist rétt, að þá viðkomandi handtekinn og ef það finnast á honum fíkniefni, þá þessu máli mjög fylgt eftir þannig að við förum í húsleit heim til hans, skoðum hvert að það sé eitthvað meira að finna. Nú síðan fer þetta málið eftir hversu mikið tekið á honum, hvaða ráðstafanir við grípum til í framhaldi af því. Við höldum síðan áfram og fylgjumst með það sem rannsakararnir eru. Það svona aðstæða þeirra mjög svipuð og hinna. Og þeir eru 10 eins og ég sagði áðan. Í langtíma rannsóknum þá beitum við öðrum aðferðum. Við erum að fylgjast með mönnum með öðrum hætti og við beitum þeim aðferðum sem lög leyfa og ég get nefnt sem dæmi að við notum skikkingar og símhlustanir og annað sem til þarf og á þess að vilja fara nánar út í þá sálma. Já, típist rannsóknarmál ekkert hægt að segja til því að í rauninni veistu aldrei hvað þú getur lent í og það það sem eiginlega gegnum gangandi með þau mál að þar ræður lögregla ekki ferðinni. Við getum verið að fylgjast með manni mánuðum saman án þess að nokkuð gerist og þar verðum við bara að bíða rólegir og grípa inn í á réttu augnabliki. Svona mál sem þessi langtíma rannsóknir, það hefur kannski tekið fleiri mánuðir og búin að kosta milljónir. Þannig það mikið í húi að það komist ekki upp það sem við erum að gera. Og það sem við verðum að hafa í huga í þessum málum það að þeir sem standi í þessu gera allt til þess að verða ekki teknir. Þannig að þetta yfirleitt gert í mikilli leynd
og menn beita öllum brögðum til þess að komast hjá því að lögreglan uppgöti hvað þeir eru að gera. Þannig að þeirra tími fer mikið í það að spá og spekulera í því hvað við erum að gera og hvort við séum yfir höfuð að fylgjast með þeim. Og menn fylgjast með því hvernig við störfum, hvernig ökutækjum við erum á og svo framvegis. Þannig að þeir reyna að afla sér eins mikilla upplýsinga okkar störf eins og við reynum að fylgjast með þeim. Þannig að þetta gagnkvæmt. Nú ef við höldum síðan áfram þá hér svona sýnishorna gervi pakka sem við þurftum að útbúa í einu máli hjá okkur. Þannig að við tókum fíkniefnin úr og útbyggum sams konar pakka. Og þetta hluti sem við gerum oft í þessum málum. Við þá ekki að halda hérna áfram og sjá svona sýnishorna þeim tækjum og tólum sem menn nota til þess að smygla þessum fíkniefnum inn. Í þessum hólk hérna var komið fyrir fíkniefnum. Þetta svona einhvers konar stimpill í vél sem gefur ekki kannski tilefni til þess að skoða neitt nánar en þetta svona sýnir hugmyndaflug sem menn hafa á þessu sviði. Í þessum planta hér var komið fyrir kókaíni. Þetta kom frá Mexíkó fyrir nokkrum árum síðan. Mjög hagalega fyrir komið. Það var svona átt að líta út eins og svona brauðbretti. Það var fullt af kókaíni. Í þessi mörgæs hérna, hún var full af amfetamíni. Og sem svolítið, það góð saga bak við þetta því að lögreglan hefur oft verið kölluð svona mörgæs og við kunnum að meta svona húmoristar sem nota þessa aðferðir. Þannig að það gaman að þessu. Hér sjáum við svona svolítið sýnishorn af því hvað málin geta orðið umfangsmikil. Það eru dæmi þess að mál það getur orðið fyrir 17.000 síður sem eitt mál getur orðið. Þannig að það ekkert smálega þessu umfang sem í þessu. Og hér smá svona sýnishorn af þeim vopnum sem við haldleggjum í húsleitum. Þetta allt frá því að vera svona hnífar og niður í skambyssur, afsagar haglabyssur. Þessi séu að þetta ekki smá vopn sem hérna er. Það kemur mjög oft fyrir að við þurfum að fara inn á heimili fólks í svona tilfellum og nú það getur verið annar dæmi sem að við fáum upplýsingur að maður sé að selja frá heimili sínu og við komumst að því að það eru menn að koma til hans og eru með fíkniefni þegar koma þaðan út. Að þá yfirleitt farið í það að afla húsleitar heimildar til þess að fara þar inn. Og þegar það liggur fyrir þá reiðjumst við til inngöngu. Fíkniefnahagkerfið fer stækkandi þrátt fyrir aukin umsvif löggæslu. Magnið sem lögregla og tollur leggja hald á talar sínu máli. Hér mætti spyrja hvort markaðurinn sé að stækka eða hvort lögregla og tollur séu einfaldlega að ná meiru. Svarið virðist liggja í augum uppi þegar litið á tölur frá meðferðarstofnunum stórnotendur fíkniefna.
Sko það ekki hægt að segja til þróunina á þessum markaði því að við náttúrulega getum aldrei sagt til með fullri vissu hversu neyslan mikið. Sko. Við erum alltaf að byggja á tölum handlagningar og eins hversu margir fara í meðferðir og annað. En það ekki hægt að segja til með vissu hversu neyslan mikil því að það ekki hægt að mæla þetta þannig að maður getur verið alveg 100% öruggur á því. En þróunin engu að síður sú að held ég að neyslan að aukast jafnt og þétt og það ekki bara hér á Íslandi heldur út allan heim. Þótt að við séum að ná miklum árangri þá held ég að mig aldrei gleyma því að þetta stríð vinnum við aldrei frá okkar vígstöðum. Það þarf að auka fræðslu, skólarnir þurfa að koma meira inn í þetta, foreldrarnir þurfa að koma meira inn í þetta. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að fólk hafi það hugfast. Tollgæsla og lögregla okkur mun aldrei takast að uppræta fíkniefnavandann fyrir okkur takist að koma í veg fyrir umferðarslys eða koma í veg fyrir nauðganir eða innbrot. Ég held nú að öflugasta tæki sem við höfum sé fræðsla og áráður. Það reyndar mín skoðun. Og ég held að við getum reyndar gert betur í því en við gerum nú. Hundurinn Bassi sem hér gengur inn í Langholtskirkju fyrrum fíkniefnaleitarhundur. Tollvörðurinn hingað kominn til að fræða fermingarbörn skaðsemi fíkniefna. Tollurinn lítur á forvarnir sem hluta af baráttu sinni við að halda fíkniefnum frá landinu. Minni eftirspurn muni skila sér í minni innflutningi. Margir telja fræðslu af þessu tagi öflugasta vopnið í baráttunni gegn fíkniefnum í samfélaginu. Sérstakur forvarnarsjóður sem var stofnaður fyrir nokkrum árum til að ná utan fíkniefnavandann veitti 50 verkefnum samtals 34 milljónir króna árið 2003. Þórarinn Tyrfingsson telur að þessi mál séu ekki í góðum farvegi á Íslandi. Í forvarnarsjóði það litlir peningar, eitthvað 30-40 milljónir til þess að útdeila og það í sjálfu sér allt og lítið og skiptir kannski engu máli hvernig farið með það fé í sjálfu sér. Þetta þyrfti að vera kannski 400-500 milljónir sem við værum að útdeila. Og þeir sem að reyna að útdeila þeir að reyna eflaust að verðlauna það fólk sem að hugsa vel í þessum málum og að reyna að gera og finna upp á nýjungum og halda upp í umræðinni og forvörnum í landinu. En í sjálfu sér dugar þetta mjög skammt. Það þyrfti auðvitað að tryggja þær stofnanir sem fyrir í landinu með miklu rösklegri fjárveitingum. Og það kannski við okkur öll að sakast, bæði stjórnmálamenn og almenning í þessu landi, að við skulum láta það viðgangast og við skulum ekki tíma að setja neina pening í þetta. Það auðvitað skelfilegt. Mér alveg sama hvað þið eruð að gera í ykkar dagsdaglega lífi. Mér alveg sama hvað þið eruð að fikta með. En